Góðan daginn, góðu gestir. Ég heiti Árni Þór Þorbjörnsson og ég framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs Landsbankans og mitt hlutverk hér í morgunsárið að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin á þessa ráðstefnu Landsbankans Parísarsamkomulagið. Í kjölfar Parísarfundarins í desember og samkomulagsins sem þar var gert, þá fannst okkur í Landsbankanum upplagt að kanna og gera rannsókn á því hvaða áhrif þessi Parísarsamningur hefði á atvinnulífið, bæði svona glóbalt eða allan heiminn og svo síðan hér á Íslandi. Og þess vegna erum við búin að blása hér til fundar þetta Parísarsamkomulag. Og leið og ég býð ykkur aftur öll hjartanlega velkomin á þennan fund sem ég vona verði fróðlegur og skemmtilegur, fullur af skemmtilegum fyrirlestrum. Þá býð ég Ketil Berg Magnússon, framkvæmdastjóra Festu, að taka við fundarstjórninni. Takk. Komið sæl og blessuð. Það er mér svo ánægja að vera hérna hjá okkur í dag og vil þakka Landsbankanum sérstaklega fyrir framtakið. Við erum að fjalla um málefni sem virðist vera vaxandi áhugi fyrir meðal íslenskra fyrirtækja. Við hjá Festu miðstöðum samfélagsábyrgð vorum ánægð að 104 íslensk fyrirtæki skyldu skrifa undir loftslagsyfirlýsingu í nóvember, þar sem þau sjálfviljug lofuðu að setja sér markmið á sviði loftslagsmála og að vinna í því hörðum höndum núna þessa dagana að birta mitt þetta ár. Landsbankinn er einn af stofnaðilum Festu miðstöðum samfélagsábyrgð og hefur sinnt málefninu vel alveg frá 2011 frá stofnárinu og það er ánægjulegt að þau ætla að fylgja því eftir með þessum hætti og á þennan afmarkaða hátt. Við erum með fjölbreytta dagskrá í dag. Við erum með íslenska fyrirlesara sem hverjum sig mun fá 20 mínútur til þess að segja okkur frá sínum málefni. Mitt hlutverk er að halda tímanum. Þetta þeirra loknum munum við taka stutt hlé og síðan munum við fá 2 erlenda fyrirlesara sem munum fá aðeins lengri tíma til þess að tala. En ég ætla ekki að hafa þennan inngang lengri, ég ætla að bjóða í pontu Ingvar Frey Ingvarsson, en Ingvar Freyr leggur stund á mastersnám í orkuhagfræði frá Háskólanum í Ás í Noregi, samlaði störfum sínum fyrir Landsbanka Íslands. Ingvar hefur kennt hagfræði hér á landi og í Noregi og ég vil bjóða hann velkomin í pontu. Kæru fundargestir, gaman að sjá svona marga koma saman að ræða viðfangsefni sem nýtt fyrir mörg okkar. 21. öldin fær okkur nýjungar og nýja hugsun í fjárfestingamálum. Ný tækifæri birtast okkur óvænt. Umhverfismálin hafa verið skeið í þjóðfélagsumræðunni en það nýja að við erum taka umhverfismálin inn í fjárfestingaákvörðun okkar. Þessa nýja hugsun krefst þess að fleiri koma að fjárfestingaákvörðunum, leiti sér ráða hjá fagfólki varðandi langtíma fjárfestingu. Þessir ástæðan einmitt ætla að endurspegla hvernig svona á sér stað og hverjir koma að verki. Hagkerfi þjóða að breytast og símeira í áttu hagkerfi sem byggir á lögmálum sjálfbærrar þróunar. Margir í fjármálalífinu halda kannski að þetta merki heftingu og hindranir á fjárfestingum í orkuauðlindum. Vissulega þarf kannski að breyta áherslum frá miklum fjárfestingum í hefðbundnum greinum líkt á kol- og olíuvinnslu, en önnur spennandi tækifæri opnast með því að aðlaga alþjóðahagkerfið að loftslagsbreytingum. Í því samhengi mun ég fara yfir hlutverk fjármálageirans í loftslagsmálum, áskoranir og tækifæri. Áður en vikið að fjármálakerfinu þá ætla ég að fara yfir stóru myndina, það er að segja hvað einkennir góðan loftslagssáttmála, hvað fara útskýrðis í Kyoto-bókuninni og hvað Parísarsamkomulagið feli í sér. Samkvæmt ef við skoðum hvað einkennir góðan loftslagssáttmála, þá fyrsta að það vera víðtækt samkomulag og í öðru lagi að það vera strangur samningur. Það er að segja að löndin vera að setja sér metnaðarfull markmið og fari sér í þær stefnubreytingar til að framfylgja þeim markmiðum. Í öðru lagi að það mikilvægt að sé eftirfylgni. Það er að segja að það sé gegnsætt ferli svo samanburður milli ríkja sé auðveldur. Ef við skoðum síðan Kyoto-bókunina
að þá voru það sem sagt iðnríkin sem skuldbindu sig til að minnka losun gróðurhúsalofttegunda að meðaltali 5% minna en viðmæla árið 1990. Og framkvæmd Kýótó-bókunarinnar mistókst að stórum hluta vegna þess að bandaríska þingið fullgilti aldrei Kýótó-bókunina og gróf þannig frá upphafi undan trausti milli samningsaðila. Og það er að segja að það hefur engin árangur nást síðustu ár. Og undanfarin ár þá hafa samningar snúist það að stórlosendur meðal þróunarríkja taki þátt. Og við sjáum það til dæmis Kína að þeir eru komnir fram úr Bandaríkjunum. Og það er að segja að mikill hagvöxtur og hröð aukning í losun gróðurhúsalofttegunda kallar á aukna ábyrgð. Og þar er aldrei mikilvægt að nýmarkaðsríkin, Kína, Indland, Brasilía, taki þátt. Myndin til hægri sýnir að við erum ekki að stefna í rétta átt. Vísindamenn telja almennt að aukning hitastigs meira en 2 gráður frá 1880 sé þröskuldur sem gæti orsakað óafturkallanlega breytingu og gæti skapað alvarlega stöðu varðandi veðurfar. Þó að loftslagssamningar hafi nást, að það hefur ekki verið tekið fram hvernig að ná slíku markmiðum. Og við sjáum að Norðurlöndin voru frekar fljót að grípa til aðgerða og sjáum einnig að lönd hafa gengið mishart í skattlagningu. Og það sem getur gerst í því samhengi er að verði svokallar kolefnisleki. Kolefnisleki milli landa felur í sér að munur á stefnu í loftslagsmáli í einu landi eða hóplanda getur leitt til tilfærslu á losun kolefnis í orkufrekum iðnaði frá þeim löndum sem hafa strangar reglugerð í loftslagsmálum til þeirra ríkja sem hafa ekki eins íþengjandi regluverk. Og við skoðum síðan Parísarsamkomulagið, þá er jákvæðasta við Parísarsamkomulagið að það nást aukin samstaða ríkja í baráttunni við loftslagsbreytingar. Það er að segja að 190 ríki sendu sjálfviljug inn markmið og því fleiri ríki sem taka þátt, þeim líklegra að árangur náist við að takmarka þennan kolefnisleka. Og hvert ríki verður að endurmeta áætlanir sínar á 5 ára fresti og upplýsingagjöf og eftirliti verður mun gegnsærra. Það er þess að takmörkun hækkunar á meðalhitastigi í heiminum er jafnframt nefnt 2 gráður er jafnframt nefnt sem lykilmarkmið á næstu áratugum til að þess að forðast verstu sviðsmyndir framtíðar. Og ríkisstjórnar einstakra landa hafa þegar sett sér markmið og þessi mynd sýnir að ríki er að velja sér mismunandi samanburðarpunkta í þessu sambandi. Í því samhengi mætti nefna að Rússland notar árið 1990 sem viðmiðun sem er rétt áður en þungaiðnaður hundið þar. Það sem er hins vegar jákvætt við þessi markmið er að nýmarkaðsríkin sem valda mikilli losun gróðurhúsalofttegunda taka þátt í átakinu. Og þá munar lönd eins og Kína, Indland og Rússland. Til að útskýra áhrif Parísarsamkomulagsins, það er að segja aðgerðir gegn loftslagsbreytingum og áhrif loftslagsbreytinga á fjárfesta, þá ætla ég að fara yfir áhrifin í samhengi við þessa 4 þætti. Það er að segja umhverfisáhrif, félagslegu áhrifin, aðlögun og viðbrögð og óvissuna. Ef við förum fyrst yfir í umhverfisáhrifin, þá er það öfgar í veðurfari að frá 7. til 10. áratug 20. aldar hafa árleg fjárhagstjón af völdum náttúruhamfara, flóð og þurrkar tífaldast. Stjórnvöld munu beina aðgerðum sínum að ná með rekstri, olíuvinnslu og orkufrekum með reglum og aðgerðum sem felur í sér mikinn kostnað. Og aðgerðirnar geta falið í sér að eignir verða ónýtanlegar af mörgum ástæðum. Og þá er það að ný tækni tekur við, nýir grænir valkostir eða nýjar reglugerðir hindranir í nýtingu auðlinda. Umhverfisáhrifin hafa líka áhrif á fæðuöryggi. Það er að segja búist er við að áhrif loftslagsbreytinga á landbúnað leiði til hærra afurðaverðs og meira flökt á markaði.
og sem síðan getur haft áhrif á félagslegan og pólitískan stöðuleika. Aðlögun og viðbrögð. Það er að segja þörf er á viðbótar fjárfestingu til þess að takmarka hækkun á meðalhitastiginu í heiminum 2 gráður. Er áætluð þörf á viðbótar fjárfestingu í greinum í orkuframleiðslu allt frá 190 til 900 milljónum bandaríkjadala á hverju ári til 2050. Ný uppspretta fjármagns, það er að segja að það verður verulega eftirspurn eftir fjármagni þar sem kallað á samstarf hins opinbera og einkageirans. 2011 til 2012 var fjárfest fyrir 340 milljarða bandaríkjadala til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. 62% af þeirri upphæð komu frá einkageiranum. Að það verður breytt mynstur orkugjafa. Líkur er að orkugeirinn breytist umtalsvert, að dregið verður úr notkun jarðefnaeldsneytis og kjarnorka aukist sem orkugjafar sem stuðla að lítilli koltvísýringslosun. Stefnumótun stjórnvalda ræður. Það er að segja stefnumótun stjórnvalda í að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og almennt það að takast á við afleiðingar loftslagsbreytinga mun ráða því hver úthlutun fjármagns verður. Og sér lítið á þjóðhagslegu áhrifin að þá felast mikla áskorun í að meta þjóðhagslegu áhrif af völdum loftslagsbreytinga bæði vegna eðlisáhrifa og kostnaðar vegna aðgerða gegn loftslagsbreytingum. Það verður ákveðin fórnarskipti, það er aftekking hagvaxtar við losun gróðurhúsalofttegunda mun hafa djúpstæð áhrif á ákvörðun fjármagnsskipan og ávöxtun að teknu tillit til áhættu. Og ef við förum yfir félagslegu áhrifin, að það er augljóst að efla það samstarf milli stjórnvalda og einkageirans, sérstaklega til að skaffa það fjármagn sem þarf til að draga verulega úr gróðurhúsalofttegundum og til að bregðast við eðlisbreytingum vegna loftslagsbreytinga. Ákvarðanir fjárfesta og fjármálastofnana munu síðan hafa mikilvæg áhrif á viðbrögð samfélagsins við loftslagsbreytingum. Fjárfesting. Vilji fjárfesta og fjármálastofnana til að veita fé veltur á áhættu sem hugsanlega fjárfestingar hafi í för með sér og þar með talið áhættu vegna nýrra reglna og þeirra hvata sem stjórnvöld skapa til aukinna fjárfestinga. Og þá er að tala skatta og ívilnanir. Og vegna allar þessara þátta, það er að segja umhverfisáhrif, félagslegu áhrifin, aðlögun og viðbrögð og óvissu, að þá munu fjárfestar og fjármálastofnanir halda áfram að verða fyrir áhrifum af völdum loftslagsbreytinga. Það er að segja breytt verðmæti eigna hefur áhrif á fjárfestingar og gæði útlána. Þessi mynd sýnir af hverju hvaða hlutverki fjármálamarkaðir gegna í stóra samhenginu. Það er að segja fjármálamarkaðir miðla fjármagni til fyrirtækja og heimila, umbreyta sparnað í fjárfestingu og felur í sér áhættudreifingu sem tekur tillit til ytri aðstæðna líkt og loftslagsbreytinga. Fjármálafyrirtæki, fjárfestingafélög og lífeyrissjóðir hafa verið áhrifamikil í þróun fyrirtækjamarkaða hérlendis. Og eftir Parísarfundinn hefur verið mikil vakning varðandi flesta þætti sem lúta umhverfinu. Það ætti því að vera styrkur fyrirtækja að geta sagt opinberlega frá því að það séu vistvæn á sama tíma og það séu efnahagslega sterk. Og þetta eru þættir sem geta skilað milli fyrirtækja sem halda velli og hinna. Nú, ef við skoðum samþættingu aðgerða í loftslagsmálum við fjárfestingarákvarðanir, að í fyrsta lagi er mikið hægt að greina áhættu í starfsemi og skilgreina áhættuþætti. Það er að segja að áhættumatið þarf að vera tengt við ákvarðanir stjórnvalda og áhættumatið felur í sér verðlagningu áhættu. Í öðru lagi þarf mikið hægt að skilgreina markmið eignasamsetningu. Það er að segja að endurmeta hugmyndafræði fjárfestinga og fjárfestingarstefnan þarf að taka mið af langtímaspá. Og í þriðja lagi að það er að notast við mildandi fjárfestingaaðferðir. þar sem áhættudreifingin miðar að tvennu og það er að minnka líkurnar á tjóni og takmarka það tjón sem tiltekin atburður geta valdið. Ákvarðanir með tillit til loftslagsaðgerða geta því falið í sér
að fjárfestar haldi stöðum í ósjálfbærum greinum og reyna að hafa áhrif á stjórnendur og auki áhættuskilbindingu fyrirtækja í fyrirtækjum sem standa sig vel í að minnka losun. Í fjórða lagi mikilvægt að aðlaga fjárfestingar og fjármálastofn að jafnvægi með því að draga áhættu í núverandi eignasamsetningu sem í viðkvæmri stöðu gagnvart loftslagsbreytingum. Hér hef ég teiknað upp feril sem sýnir hvernig hægt að greina viðskiptatækifæri fyrir metnaðfulla stefnu í loftslagsmálum. Og þá mikilvægt að kanna þrýstingi frá hagsmunaaðilum, fjárfestum og samfélaginu og taka tillit til reglugerðanna og líka að sjá hver leiknin hvert markaðurinn að fara. Er markaðurinn að taka tillit til umhverfisáhrifa? Og fyrsta skref í almennu virðiskeðju bankans greining á eignaflokki að taka tillit til ytri þátta eins og þróun á markaðarins. Út frá þessu greiningu síðan hægt að þróa ákveðna vöru og þjónustu sem hægt að bjóða upp á. Slíkt ferli mun leiða til þess að endanleg vara sé sniðin að sérstökum þörfum viðskiptavina. Til þess að eign fara yfir að hagkerfi sem einkennist af lítilli koltvísýringslosun þarf að koma á sérstakri þekkingu og verklagi innan bankans. Þetta þarf að koma inn á stjórnun, áhættustýringu og fyrirtækjamenningu. Það eru vísbendingar að fyrirtæki sem eru með metnaðarfullar aðgerðir í loftslagsmálum séu að standa sig vel á markaði. Og hérna erum við með 3 vísitölur og STU Global Coal sem alþjóðlega kólavísitalan, S&P 500 Oil and Gas sem vísitalegu fyrirtæki í olíu- og gasiðnaði og síðan NEX sem vísitala fyrir fyrirtæki sem að notast við umhverfisvæna orku og notast við og framleiða umhverfisvæna orku. Þetta sýnir frá janúar 2013 til 11. febrúar 2016 og við sjáum að virði fyrirtækja umhverfisvæna orku hefur hækkað, efsta, á meðan að heildarverðmæti fyrirtækja í olíu, gas og kólaðina hefur lækkað. Og það að segja að það að fyrirtæki séu með metnaðarfullar aðgerðir í loftslagsmálum að það grefur ekki undan arðsemi og getur jafnvel aukið hana. Og ef við skoðum stærð íslenskra lífeyrissjóða og erlendar eignir að sjáum við að frá árinu 2004 hefur stærð lífeyrissjóðanna farið um það bil 100% af vergri landsframleiðslu í rúmlega 150. Og á þessum tíma þegar sjóðirnir hafa stækkað verulega hafa erlendar eignir þeirra þróast með allt önnum hætti og reyndar staðið í stað. Gjaldeyrishöftin hafa haft áhrif á lífeyrissjóðana og þróun eigna þeirra. Enda hefur eignasamsetningin breyst síðan haustið 2008. Framundan eru óvissutímar þar sem gjaldeyrishöftum verður aflétt, en fjárfestar ættu að horfa á afléttingu hafta sem tækifæri til að koma betra jafnvægi á eignasöfn. En þó verður að gæta varúðar því að staða loftslagsmála á eftir að hafa mikil áhrif á rekstur fyrirtækja og fjárfestinga á næstunni. Og það sem kannski mikilvægt að benda á að yngri kynslóðin líklegri til að verða fyrir áhrifum af völdum loftslagsbreytinga. Og þar af leiðandi hafa lífeyrissjóðir ríkari kröfur, eru ríkari kröfur gerðar til lífeyrissjóða gagnvart þeirri kynslóð. Og þó að sú krafa sé ekki komið fram, að þá mun hún líklegast koma á næstunni. Þannig að lífeyrissjóðir verða að fara að taka þessa þætti með í myndina. Norrænir bankar hafa brugðist hratt við og þá má nefna bankar eins og DNB, Danske Bank og Swedbank. Að þeir eru allir að þeir innlega ábyrga fjárfestingar þar sem tekið tillit til umhverfis- og samfélagssjónar við fjárfestingar. Þá hafa bankar eins og SEB, Nordea, Danske Bank og DNB átt í viðskiptum með græn skuldabréf. Það sem fjárfestar veita lán til fyrirtækis og fyrirtæki lofar að nota láni í umhverfisvænum tilgangi. Storebrand sem norskt fjármálafyrirtæki að það
notast við mikilvægisgreiningu til að greina betur þá þætti sem bankinn leggur sérstaklega áherslu á að huga að og notað til að skilgreina lykilatriði sem falla undir efnahagslega, umhverfis og félagslega þætti sem annaðhvort hefur veruleg áhrif á rekstrarafkomu félagsins eða hefur áhrif á mat og ákvarðanir hagsmunaaðila. Og við sjáum að á X-ás þá það sem er mikilvægt fyrir fyrirtækið og Y-ás það sem er mikilvægt fyrir samfélagið. Og þeir þættir sem stóruband lítur á að sé mikilvægast að huga að það er ofnýting náttúruauðlinda, spilling og fjármálaglæpir og loftslagsbreytingar. Þetta er þeir þættir sem að fyrirtæki leggur mikla áherslu á og ég mun sýna það síðan á næstu glæru hvernig það er tekið á þessum þáttum. Fjármálafyrirtæki eru farin að kortleggja kolefnisspor fyrirtækja og meta fjárfestingarkosti út frá því. Og Storebrand gefur út svokallaðar gefur út skýrslur þar sem að reyndir að mæla slík áhrif og mælikvarðinn er losun á koltvísýrings frá framleiðsluferli fyrirtækis á gefnum tímapunkti. Kolefnisspor sjóðs er summa fyrir kolefnisspor allra fyrirtækja sem að leiðrétt er fyrir eignarhlut sjóðsins. Og við skoðum næstu skref Landsbankans að Landsbankinn hefur sett stefnu ábyrgar fjárfestingar og fylgir viðmiðum PRI. Unnið að innleiðingu stefnunnar í starfsemi bankans þannig að fjárfestingarákvörðunin taki mið af umhverfis- og samfélagsmálum og stjórnarháttum. Unnið sé markvisst að því að starfsemi og rekstur bankans sé í sátt við umhverfið. Þar sem að umhverfismál snerta alla starfsemi bankans, jafn ólíkar vörur og ólík fyrirbrigði og sérstakar vistvænar vörur og útlánamat, eins og ég fór yfir. Takk fyrir.